Mjög dýr þjónusta og ódýrt vinnuafl eru forsendur þess að 16 milljarða hótel á Grímsstöðum á Fjöllum skili arði. Þetta mat forstöðumanns rannsóknarmiðstöðvar ferðamála hér á landi. Það er áætlað að Hwang Nu-bo muni ráðast í uppbyggingu á Grímsstöðum á Fjöllum fyrir 16 milljarða króna. Til samanburðar er öll fyrirhuguð fjárfesting í gistirými hér á landi næstu árin 15 milljarðar. Forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar ferðamála segir að miðað við fyrirliggjandi rekstrartölur úr íslenskri ferðaþjónustu verði athyglisvert að sjá hvernig hægt verði að fá 16 milljarða tilbaka með arði af hótelrekstri á Grímsstöðum. Fjárfestingu sem verði að nýtast allan ársins hring, jafnt sumar sem vetur. Þá náttúrulega þurfa verðin að vera þess eðlis að við erum að horfa á ákaflega vellauðuga einstaklinga sem myndu geta nýtt sér á þjónustuna og vinnuaflið sé þá ákaflega ódýrt sem í þetta komið. Og svo þriðja lagi sem er mikilvægt að hafa í huga, það er auðvitað hvaða þjónustu þú nærð að nýta við. Þetta er hversu, hversu margbrotin þjónustupakkin sem að þú ert að setja gestina inn í. Og líklega sé að þá gestir muni Hwang Nu-bo flytja beint til landsins og þá væntanlega frá Kína. Þá er ekki mikið reynsla í íslenskri ferðaþjónustu að þjóna þann tiltekna markhóp, þannig að það má búast við því að allan að fyrstum sinn muni hann vera að fá aðila sem skipuleggja þjónustuna og halda utan um þjónustuna og í raun og veru ábat sömustu störfin í ferðaþjónustunni verði flutt inn með í svona allan að fyrstum sinn klárlega á meðan að vera að þjálfa upp íslenska mannúð í þessu.